Góðu vinir, við leggjum stundina í Drottins hendur, við signum okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Kærleikans Guð, við biðjum þig að blessa þessa kveðju stund í húsi þínu. Blessaðu minningarnar sem að þessi stund helguð kæran ástvinn Vilhjálm Sigtryggsson sem að við nú felum þér og vertu með öllum þeim sem eigum sárt að binda við fráfall hans. Blessa fjölskyldu hans og ástvinni alla í Jesú blessaða nafni. Amen. Og við hlustum á söng. Postulinn segir, þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég því spádómsgáf og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðist sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen.
Ég vil biðja ykkur að standa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall. Jesús segir, þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikvél, heldur á ljósastikku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er úr himnum. Amen. Gjörið svo vel. Kæru vinir, hvaða orð leit á hugan þegar við kveðjum Vilhjálm Sigtryggsson hér í dag? Er það ekki orðið eins og gleði, birta og bros? Hann var góður og traustur maður sem að skilaði miklu dagsverki, gleðigjafi í lífi fjölskyldu og vina, léttur og skemmtilegur maður. Umfram allt var hann kraftmikill og duglegur maður sem að sáði ríkulega með góðum verkum, fallegum orðum og skemmtilegu viðmóti og því eru þakkar efnin svona mörg og minningarnar svona bjartar. Vilhjálmur fæddist í Reykjavík, sonur Sigtryggs Eiríkssonar
og Vilhelmínu Þórdísar Vilhjálmsdóttur sem bæði voru ættuð af Skeiðunum. Systir hans Halla látin en Þórdís lifir bróður sinn. Hlýtt og fallegt var samband þeirra systkina alla tíð. Aðeins 9 ára gamall flutti hann austur á Votumýri á Skeiðum og var þar hjá frændfólki sínu allt til 14 ára aldurs. Gagnfræðaprófi lauk hann frá Austurbæjarskóla. Vilhjálmur var mikið í íþróttum sem barn og unglingur, bæði í sundi og frjálsum. Það hafði mikið yndi af hestum og hestamennsku. Vilhjálmur var í hópi 3 námsmanna sem hófu nám við Skógræktarskóla Íslands og útskrifaðist þaðan sem skógræktarfræðingur. Undir lok námsins fóru þeir félagar í vettvangsnám til Alaska. Þetta var mikil ævintýraferð þar sem að dvalið var á framandi slóðum og stundum nauðsynlegt að hafa byssur í kofanum þar sem þeir dvöldu. Seinna fór hann svo í framhaldsnám til Danmerkur í rúmt ár. Vilhjálmur starfaði hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur nær alla sína starfsævi og var hann framkvæmdastjóri frá 1969 til 1996. Það fróðlegt fyrir þau sem yngri eru að sjá svona 50 ára gamlar myndir af Reykjavík þar sem varla trjágrein að sjá. Í dag borgarlandið einn stærsti samfelldi skógur landsins og hefur haft gríðarleg áhrif á okkar lífshætti. Þar sem að áður voru kaldir gráir melar og sífelld gjóla eða vindur, má nú ganga í skjóli fallegra trjáa. Þessi umskipti í borgarlandinu segja í raun sögu Villa á vegum Skógræktarfélagsins. Hann teiknaði garða og útivistarsvæði og tók virkan þátt í skipulagningu helstu útivistarsvæða borgarinnar. Má þar nefna Heiðmörk, Öskjuhlíð, Hólmsheiði, Elliðárdal og Esjuhlíðar. Hann var framkvæmdamaður mikill, ræktunarmaður sem hafði unun af sínu starfi. Ræktunarmaður líka í þeim skilningi að samhliða skógræktinni fór fram öflugt mannræktarstarf þar sem að áhugi unga fólksins var vakinn, hugsjónir urðu til og unga fólkið lærði til verka. Hugsið ykkur, oft nærri 1000 ungmenni við störf á sumrin. Hann laðaði að sér gott fólk og var stoltur af því að hafa vakið áhuga fjölda ungmenna á skógrækt og umhirðu landsins. Já, skógræktin átti hug hans og hjarta og fjölskyldan öll kom með einhverjum hætti að þessu starfi. Vilhjálmur var hamingjumaður í sínu einkalífi. Eiginkona hans var sú góða kona, Herdís Guðmundsdóttir frá Böðmósstöðum. Börnin segja að hann hafi verið svo innilega ástfanginn af henni allt sitt líf og saman áttu þau fallega og góða samfylgd. Hún var sólin í lífi hans sem hann dýrkaði og dáði. Dísa og Villi voru jafnan nefnd í sömu andrá. Þau bjuggu fjölskyldu sinni fallegt heimili og austur á Böðmósstöðum áttu þau sér unaðsreit í Bjarkarhöfða. Þar hefur stórfjölskyldan öll unað sér vel. Villi var fjölskyldumaður, fylgdist vel með öllum og var næmur á fólkið sitt. Hann hafði svo góða tilfinningu fyrir því hvernig hverjum og einum leið og gat talað inn í þær aðstæður. Hann var á margan hátt eins og sálfræðingur í þessum samskiptum, hvetjandi og uppörvandi. Börnunum mætti hann alltaf í augnhæð og horfði svo djúpt og fallega í augun þeirra. Hann hvatti sitt fólk til að rækta styrkleikana sína í stað þess að horfa í veikleikana, að tileinka sér jákvætt hugarfar. Orðatiltækin hans munu lifa áfram. Ef þú ert í fílu, þá ert ekki frjáls. Ef þú hefur áhuga, þá getur þú allt. Börnin þeirra eru Bergljót, Vilhjálmur og Ingunn Björk. Bergljót gift Haraldi Haraldsinni og eiga þau 4 börn, Vilhjálm Karl, Herdísi Sólborgu,
Svanhildi Höllu og Harald Óla. Vilhjálmur kvæntur Svövu Bernhard Sigurjónsdóttur og eiga þau 4 börn. Sigurjón Friðbjörn, Hinrik Steinar, Friðbjörgu Bernhard og Vilhjálm Andra. Ingunn Björk var gift Ólafi Erni Guðmundsinni og eiga þau 3 dætur, Bryndísi, Ólafíu Bellu og Katrínu Eddu. Ingunn nú gift Reyni Sævarsinni og hann 3 syni, Davíð, Sævar og Arnar. Og svo við bæst við stór hópur langafa barna sem kveðja hér í dag. Já, Vili var stoltur af sínum afkomendum og vissi ætíð hvað hver og einn var að fást við hverju sinni. Og hann dró heldur ekki úr þegar hann dáðist að sínu fólki. Þess vegna var það svo að þegar sonur hans varð bankaútibústjóri, þá sagði Vili öllum að nú ætti hann son sem verið bankastjóri. Vili var glæsilegur maður og fólk tók eftir honum hvar sem hann kom. Hann hafði gefandi nærveru, var auðmjúkur í viðmóti og hann steig þannig fram í samskiptum við fólk að hann lyfti því upp, hann stækkaði fólk. Alltaf uppörvandi, bjartsýnn og jákvæður og sá það góða í fari fólks. Hann var léttur í lund og hafði gaman af hvers kyns spaugi. Já, hann laðaði fólk að sér og fékk fjölmörg félagasamtök til að sinna skógræktinni og taka að sér reyti til ræktunar. Og Vigdís forseti kom að sjálfsögðu við sögu í þessu mikla ævintýri. Á efri árum lét hann þessi orð falla: það hlýjar mér hjartarætur að sjá Reykjavíkur borg græna og fallega í dag og hugsa til allra Íslendinga sem komu að þessu verki. Hann var félagsmálamaður og naut sín vel á góðravinafundum, eins og til dæmis í starfi Kívanisklúbbsins Heklu og gegndi þar ábyrgðarstörfum. Eins og þegar hefur komið fram var hann ræktunarmaður í orðsins fyllstu merkingu. Hann vildi sjá mannlíf blómstra, bæði í eigin fjölskyldu og annar staðar. Hann vildi sjá alla njóta sín. Hann var því jafnréttissinni og hvatti dætur sínar áfram. Eins var það þegar hann áttaði sig á því á sínum tíma að piltar og stúlkur sem hjá honum unnu voru ekki með sömu laun og í sitt hvoru stéttarfélagi, þá var hann fljótur að bregðast við. Þá kom hann því til vegar að bæði kyn gegndu sömu störfum og fengju sömu verkefni. Og fatlaðir áttu sannarlega hauk í horni hjá Villa og fengu störf til jafns við aðra. Auk skógræktar hafði Vili áhuga á ljósmyndun, ferðalögum heima og erlendis og stundaði hestamennsku tíma. Listrænn var hann, teiknaði myndir og skar út. Við kveðjum Vilhjálm Sigtryggsson með virðingu og þökk, en Vilhjálmur andaðist þann 8. desember. Við felum Vilhjálm þeim guði á vald sem í ljósinu býr, og það megum við vita að þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra, við hinn sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra, veki þig með sólamorgni. Nú, kæru vinir, ég fekk póst í morgun sem ég náði ekki að koma inn í ræðuna mína, svohljóðandi: það voru 4 villar á Skeiðum, allir af Reykja ætt og á svipuðum aldri. Ungmeyjarnar skilgreindu þá með viðurnefnum: Giltivilli, Stiltivilli, Viltivilli og Trilltivilli. Sá síðastnefndi lést í fyrra, en Giltivilli nýlátin sem og Viltivilli sem jarðaður í dag. Stiltivilli lifir enn ern og heilsu góður, en treystir sér ekki í útförina.
Góðu vinir, hann Haraldur, tengdasonur Vilhjálms, orti fallegan texta til Vilhjálms þegar hann missti sinn vin. Og þetta eru orð sem að eiga erindi til þeirra sem að syrgja hér í dag. Þú mistir hann sem þér var hjarta kær og hlýtur því að finna til og stríða. Það sem vakti gleði þína í gær, grætir þig í dag og fyllir kvíða. En mundu þá að sorgar tárin tær, trega víkja burt stundir líða. Við vildum gjarnan gátu lífsins ráða og geta snúið við og takti breytt. Óglögt finnst oft mennskum markið þráða, en maður getur hugað því leitt, að líkn svefnin fyrir þreytta og þjáða, og þessa líkn fær drottin aðeins veitt. Nú sár og hryggur hugur þinn, en hrygðin gisti líka í nótt hjá mér. Enginn gengur einn með söknuð sinn, saminuð í trúnni stöndum vér. Og vita skaltu alltaf, vinur minn, að vinir allir finna til með þér. Við skulum saminast í bæn. Við þökkum þér, kærleikans Guð, fyrir ljósið sem að við okkur skín, frá drottni okkar og frelsara og heilugu orði hans. Gefa að við megum taka á móti því í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi, og fá að lokum að hverfa inn í birtu þess á sumarlandinu bjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Vilhjálm. Við þökkum allt það góða og fallega sem hann gaf okkur með lífi sínu. Við þökkum gleðina sem að fylgdi honum, allar björtu og góðu stundirnar sem hann deildi með okkur. Já, helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hans. Styrk þau öll og veit þeim leiðsögn á komandi tíma. Við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þitt nafn, þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þinn sem vér og fyrirgefum aðrum. Og leið oss ekki í freistni,
frelsa oss frá illu, því þitt er ríkið, þitt er mátturinn, þín er dýrðin að eilífð. Amen, Gjörðu svo vel að standa á fætur. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Fader
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Guði séu þakkir sem að gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen. Þín stjarna blika blíða, þá barnið Jesús fæddist hér á jörð. Í dauðamyrkrum daprar þjóðir stríða, uns Drottinn birtist sinn í barnajörð. Nú glæst þar vonir, gleðja hrjárar þjóðir, því guðleg ljós af háum himni skín. Streymir blíð og ljós til þín.
rísi hjá vöggu hans, við stöndum hræð og klökk. Og kýlar stjarna kvöldsins öllum lýsi, koma vilja hér í bæ og þar.